Ja, nú ætlum við að byrja á að fara aðeins yfir skot og skot mjög mismunandi hvernig menn skjóta. Það ekkert allt eins og ekkert eitt rétt skotferli. Við ætlum svona að reyna að fara yfir svona helstu atriði og hvernig það verður skjóta. Skottækni hefur auðvitað verið að breytast þess að menn að skjóta miklu fyrir, það sem svona release miklu hraðar heldur en verið hefur. Við skulum reyna að einbeita okkur að því að reyna að ná þessu rétt og stöðunni rétt. Þannig að þegar við erum með boltan þá erum við að láta hvíla á fingurgómunum og við erum með bil hérna á milli sem hér. Þannig að þegar maður að horfa þá maður geta séð í gegn hérna á milli boltans og lófans. Þannig að hvílir á fingurgómunum og reyna að vera með svona aðeins vítt á milli putta, ekki vera þétt og láta hvíla á hérna og fingurgómunum. Þannig að þá höldum við boltanum í þessari hérna stöðu, hjálparhöndinni hérna á hliðinni. Þannig að þegar við förum upp þá erum við komin í þessi hérna stöðu. Olnboginn, svona nokkurn veginn undir bolta, það alltaf lagið þó að sé aðeins til hliðar, en ekki heldur vera of bein. Þannig að við séum að koma upp og fara hérna í stöðun og hjálparhöndin til vinstri, hérna vel á. Þannig að þið farið í. Mjög mikilvægt líka fótastaða. Og þess vegna við séum það sem að ég vil gera að vera með hægri fótinn örlítið fyrir framan í þessu tilfelli hérna þegar við erum hér og þá getum við farið í þetta stöð. Þetta verður kallað triple threat, þannig að við getum gefið hann og skotið og driplað. Þannig að við séum í þessari hérna stöðu, við séum með bókna fætur og mjög mikilvægt að við fáum kraft úr fótum þegar við erum að skjóta. Þannig að við hoppum upp og æfum þetta hér aðeins, að þetta sé ein hreyfing að fara hérna upp. Það mjög mikilvægt að reyna að ná hreyfingunum að vera beint í bakinu og fara upp og ekki skjóta flatt, heldur séu að skjóta frekar hærra. Og óliðurinn kom í lokin með. Þannig að við séum í þessari hérna stöðu og fara upp í þessi hérna stöðu. Mjög gott að vera með boltan hérna niðri og fara í rétta stöðu. Þannig við séum ekki með boltan undir, látum ekki hvíla í lófanum og séum í þessari hérna stöðu. Mjög gott að gera hérna, fara með niður hinga, dribla hérna. Þessar æfingar. Vera með hér, feika, tilbaka, dribla, upp, áfram. Vera með rétta stöðu í boltanum. Þannig að hérna við einbeitum okkur að því að æfa þetta dálítið, vera í réttri stöðu, halda rétt á boltanum og mjög gott við erum að æfa skot að vera ekki endilega að fara að skjóta körfu strax, heldur sem við skulum sýna næst að fara nær körfu og alveg upp að spjaldi. Ok, þá byrjum við á að vera að skjóta með einni hönd og skjóta hátt í spjaldi, þetta er frekar nálægt. Við haldi boltanum svona, munum við að hafa bil á milli, láta þetta hvíla á fingurgómunum því, farið hingað og skjóti. Nota úr við. Og reynum að láta boltan koma niður aftur, skjóta hátt, ekki skjóta flatt, hátt, fáum tilbaka, taka aftur hingað upp, skjóta. Og munum svo og lyftum okkur aðeins á tærnar, svo aðeins að lyftum okkur að taka þetta réttar hreyfingu. Ok? Aðeins meiri úrlið. Já, við viljum að taka hérna hér. Þegar við komum og já, aðeins úrlið. Þú fylgir mér eftir með puttunum. Það þú ekki vera með svona. Þú ert með örlítið með á. Já, aðeins fastur í þetta. Við hjálparhönd við, án þess að snerta, þannig að þeir eru komið hérna, hingað, haldið hér og skjóta að eins sem við hjálparhöndin eftir. Ok?
Ok, nú setjum við hjálparhöndina á boltan og látum hann að vera að kyrra þannig að þeir eru að fara hérna skjóta. Takk hérna sem við gerum í byrjun, hér, upp, skjóta og aðeins að beygja sig hérna, hér, upp og niður. Láta vera svona snúning á boltanum, láta hann aftur í hendunar á ykkur. Ok,